Í þessu myndbandi ætlum við að læra að merkja og færa teikningar til og frá á vinnuborðinu okkar. Merking á teikningum er tiltölulega einföld. Við getum notað örin okkar, þessa sem er hérna efst í verkfærabóksin okkar, og við getum kallað hana fram með F1 eða S, til þess að velja einföld form eða teikningar á skjánum eða á vinnuborðinu. Við getum líka notað hana náttúrulega til þess að draga yfir mörg form. Við erum með fullt af formum inn á vinnuborðinu, þá getum við notað hana til þess að merkja mörg eða jafnvel bara fá. En stundum er óþægilegt að velja út af öllum, til þess að bara velja hringina hérna, þá myndi örin ekki virka alveg sem skildi. Þannig að við getum notað þá, við getum ekki dregið svona yfir allavega, en við getum notað örin áfram, merkjum fyrsta, höldum shift-takkanum minni og merkjum svo næsta hring. Það er vissulega hægt að draga yfir hvort tveggja og halda shift-takkanum minni og velja svo bara ferningin, þá erum við bara með hringana merkta núna. Þannig að þetta er mjög þægilegt. Ef við viljum merkja hins vegar allt saman á vinnuborðinu, þá notum við Ctrl+A. Þá er allt sem er á vinnuborðinu okkar merkt. Þegar við höfum merkt teikningu, eða jafnvel teikningar á form, þá er mjög auðvelt að færa þau til bara með músinni. Það skiptir svo sem engu máli hvort það er ítt tvisvar á músina eða á myndina. Ef við sjáum það breytist, ef ég bara vel einu sinni, þá fæ ég svona örvar í horninu þar sem ég get notað til að skala myndina upp og niður, stekkana í allar áttir. Ef ég íti hins vegar aftur, þá breytast örvarnar eða handfengi mín, breytast í snúning þar sem ég get snúið til og frá eða skekkt og annað slíkt. En þó svo að þau séu merkt, þá er ekkert vandamál að draga myndina til og frá eftir þörfum. Við getum alltaf náttúrulega fært mynd til handvirkt á þennan hátt, en við getum líka fært hana til á nákvæmari hátt svona þegar við viljum ná því fram. Það gerum við einfallega hérna í verkfærastjórnurinni. Hérna er möguleiki á X og Y og þetta er sem sagt stilling, sem við stillum myndin okkar eða teikningun okkar út frá horninu hérna vinstra megin niðri. Ef við myndum setja 0 í hvort tveggja, skulum bara setja 0 í X og 0 í Y og ítum á Enter, þá fer hún hérna alveg neðst niður í hornið og kemst ekki hvorki, kemst ekki á myndinni eða á blaðsíðunni lengra til vinstri eða lengra niður. Ef við viljum færa form til og frá, þá getum við líka nota transform valmyndina. Transform valmyndin okkar, hún finnst hérna upp í Object, förum hérna þriðja neðsta valmöguleikann og þá fáum við upp Transform og hér getum við valið Move, Scale, Rotate, Skew og Matrix. Við komum að horfa á þessa fyrstu þrjá hérna í þessari Inkscape kennslu fyrir þá sem við viljum nota Inkscape í FabLabinu. Move færir verkefnið okkar til og frá. Scale getur stækkað og minnkað teikningun okkar í prósentum. Rotate hins vegar er til að snúa teikningun okkar ákveðið marga gráður. Við ætlum að nota Move í dag og ég ætla að nota þessa teikningu sem ég á búin að teikna hérna af logoinu mínu. Ég ætla að koma með hérna inn á skjáin, ég ætla að setja hérna bara 1 cm frá horni, bara nota verkfærastjórnunina til þess. Setja hérna 1 cm frá hvoru horni og svo nota ég skipuna 3 til að zooma inn á myndina mína. Og það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að búa mér til skugga á orðið kennsla sem er hérna neðst niðri. Það fyrsta sem ég þarf að skoða náttúrulega er bara hvað ég er með í höndunum. Og ég er með þetta merkt og ég þarf að skoða það hérna á stöðustikkunni minni og ég sé að þetta er grúppa með 18 objektum eða 18 formum á layer 1. Og það þýðir það að ég get
ég þarf að brjóta þetta upp því að ég get ekki gert neitt við textan sem er inn á nema að brjóta grúpunum mínu. Það ger ég með skipfurinni Ctrl+Shift+G, en það get ég líka gert með því að fara á Object og fara hérna á Ungroup. Nú þá sjáum við afskaplega vel að þetta er samsett mynd. Þetta eru 18 mismunandi form sem að liggja hérna hvert ofan á öðru. En ég ætla bara að taka hérna kennsla, íta það, en þá lendi ég í því að ég fæ hérna stóran ramma sem þýðir það að það er rammi eða það er einhver teikning sem liggur ofan á textanum kennsla. Ég þarf að breyta því, þannig að ég þarf að færa hann til í röðurinni, sem sagt getum orðað að þannig að þetta séu svona lög hvert án á öðru, og það ger ég með því að fara hérna upp á verkfærastjórnunina, og hérna eru 4 takkar. Sá lengst til hægri, hann getur sett þessa mynd alveg efst fyrir okkur. Næsti hann hækkar hann 1 stig, en ég vil komast náttúrulega, ég vil ekki fara með þetta alveg aftast, þá hverfur hann frá mér, heldur vil ég hafa hann fyrir neðan kennsla, þá ýti ég hreinlega á þennan takka þar til að ég er komin með hann niður fyrir stafina kennsla. Og það er komið, nú get ég ýtt á kennsla og merkt það, og það sem ég gerir núna er það að ég bý til afrit. Ég er náttúrulega ekki Ctrl+C og V, eða sem sagt ekki copy og paste, heldur nota ég duplicate. Það er gert með Ctrl+D eða einfallega hérna á edit og duplicate. En með því að setja nota duplicate, og þá bý ég til afrit og lími það beint ofan á stafina eins og fyrirmyndin var. Ég get sannreynt með því að færa það til, en þeir eru alveg akkurat ofan. Nú þessa stafi vil ég hafa gráa því ég ætla að hafa þetta sem skugga, og ég vil hafa þetta örlítið til hliðar og ofan við fyrirmyndina. Það get ég gert hérna í Move. Þetta er stilt hérna, ég finnst þetta náttúrulega útóvart, en ég ætla að stilla þetta sem þetta á 1 pixel, ég ætla bara að nota pixlana til hægri, horisontal, og 1 til vinstri. Þetta telur eins og með blaðsíðuna, 0,0 er hérna í horninu, þannig að 1 til hægri er 1 vertikal, 1 horisontal fyrirgefiði, lárétt er þá 1 í þessa átt og 1 vertikal er upp. Mínus myndi það bara vera niður og til vinstri. Svo get ég apply, og þá sjáum við að þetta færist örlítið til. En svo nota ég sama galdur og áðan, færi þetta niður nokkur skref, þannig til að koma bak við kennsla, og þá er komið með hérna fína skugga á stafina mína, merki allt saman aftur og ýta á Ctrl+G til að grúpa þetta saman. Málið er í höfn. Nú, ég vona að þetta gagnist ykkur miklu meira á síðunni hjá mér, og náttúrulega ef það er eitthvað meira sem þið viljið vita, þá bara endilega hafa samband.